Það eru ekki mörg sveitarfélög á Íslandi sem geta stært sig á því að leggja allan bæinn undir sig fyrir eitt skíðamót. Allan bæinn takið eftir. En það getur Ólafsfjörður og hefur gert lengi. Hver einasta gata var nánast nýtt undir þetta mót. Fleiri hundruð manns mætti í bæinn og það var mikil stemming föstudag og laugardag. Fjarðargangan við erum að halda þetta núna í 38. skipti og undirbúningur náttúrulega hófst í haust og þetta núna 3. ári sem við erum hérna í miðbænum með gönguna og hefur tekist einstaklega vel. Það náttúrulega byrjar þannig við opnum fyrir skráningu í haust og það byrjar mjög vel skráningin en svo dettur hún alltaf niður út af COVID og svo í janúar var nú bara ekkert af snjó hérna, það er nú ekki nema vika síðan að það var engin snjór hérna á Ólafsfirði. En svo fór að snjóa og menn fóru að sjá fram á það við náðum að halda Fjarðargönguna og við náttúrulega erum með aðgang hér að verktaka Árna Helgasyni og syni hans Helga Reyni Árnasyni sem eru búin að moka snjó hérna út alla trissur og svo Smári EHF sem hefur látið okkur líka hafa aðgang að tækjum og hjálpa okkur mikið með þetta. Þannig að í dag erum við búin að leggja flottar brautir götur Ólafsfjarðar sem gerir gönguna mjög sérstaka. Það er enginn sem leikur þetta eftir, leyfi ég mér að fullyrða. Og í dag voru hérna 320 manns skráðu til leiks og við erum rosalega ánægð með það. Svona í kjölfarið ætlum við svo að fara að starta í sumar, 5. og 7. ágúst, Fjarðarhjólinu og Fjarðarhlaupinu. Og reyna að vera með þetta sama konsept að hingað eru allir velkomnir og við viljum fá sem flesta og fólk að skemmta sér hérna, keppa við sjálfan sig og við að vísu veitum við vissulega velun í ýmsum flokkum, gull, silfur og brons en kannski einmitt stærstu sigurvegararnir þeir sem að ná að klára sína göngu og hafa sett sér markmið og hafa gaman að því. Ok, þið byrjuðu í gærkvöldi með næturgöngu? Já, gærkvöldi þá vorum við með næturgönguna í fyrsta skipti þar sem voru gengnir 22 kilometrar. Og það tókst einstaklega vel líka, það voru 40 keppendur sem tóku þátt og sama braut nema náttúrulega einum hring styttra. Þannig að það tókst ljómandi vel líka og við ætlum okkur að reyna að byggja það upp líka næstu 3 árin, erum með 3 áætlunum það að reyna að fjölga þar líka. Þannig að þetta verði svona helgi sem að fólk að koma og hafa gaman hérna og skíða við toppaðistæður. Er ekki að segja bara einstök lukka með veður? Jú, það má nú eiginlega segja að þetta sé alveg með ólíkindum að fyrst fengum við snjóinn og svo í gærkvöldi aflétti sóttvarnar heilbrigðisráðuneytið COVID-reglunum þannig að við máttum starta ótakmarkað út hérna eftir miðnætti og þannig að þetta er alveg með ólíkindum og svo veðrið í dag bara frábært og í gærkvöldi líka, þar var fínasta veður dálítið vindur en frost og bara rosalega flottar aðstæður. Allir ánægðir? Já, ég held það. Við erum rosalega ánægð og við erum bara stolt að sjá hvernig þetta hefur tiltekist og finna hvað fólk er ánægt með þetta. Hér fá allir keppendur smá gjöf þegar þeir taka númerin sín og þeir fá númerin til eignar og þátttökupening. Og svo erum við með kjötsúpu ofan í alla mannskapinn og grænmetisúpu fyrir þá sem vilja ekki kjötið. Og svo bara verðlaunafhending á eftir og svo slúttum við náttúrulega mótinu þegar að síðasti maður kemur í mark að þá erum við með flugeldatertu og gerum svona meira úr því að kannski er sá síðasti að vinna mest afrekið af öllum að klára sína göngu og tók kannski mesta tíman í það. Ég heit Sissi og tók þátt í þessa göngu rosa skemmtileg braut og eru að æfa mig fyrir vasagönguna fyrir að fara eftir 2 vikur og ákvað að taka góða æfingu og þetta var eiginlega skemmtilegasti braut sem ég hef farið í, ótrúlega skemmtileg. Herru, þetta er bara geðveik upplifun, þvílíkt frábært og brautinn og brú í brautinni og þú veist, þetta er dásanlegt, þú veist, þvílíkt og veðrið og áhorfendurnir og fólkið í bænum bara, þetta er yndislegt. Gaman að keppa og koma til Ólafsfjarðar og keppa aftur hér? Það er alltaf gaman að koma til Ólafsfjarðar, það er bara svo mikið stemming, þetta er mikið skíðabær og brautastæðið er alveg geðveikt, mjög flott og mótseldur hafa staðið sig mjög vel með allan undirbúning og bara það er bara svo gaman að koma til Ólafsfjarðar alltaf að keppa, það er bara þannig.